Fátækraframfærslan. Hefðin fyrir fátækraframfærslu á Íslandi á sér langa sögu. Árið 1096 var tíund lögboðin á Alþingi. Við þessi tímamót fékk kirkjan, sem í eðli sínu stóð utan við ættarsamfélagið, fjárhagslegan grundvöll. Fram að því hafði ættin eða fjölskyldan framfærsluskyldu við sína fátæklinga samkvæmt lögbók Grágásar. Biskupar töldust feður fátæklinga. Biskupar, kirkjur og prestar voru skattfrjáls. Tíundin skyldi skiptast í 4 hluta: biskupstíund, prestatíund, kirkjutíund og fátækratíund. Hrepparnir, sem voru stjórnsýslueining 20 aflögufærra bóndabæja, útdeildu tíundinni. Til skiptanna voru matur, klæðnaður, skóleður og næturgisting. Umferð húsgangsmanna fór eftir settum reglum. Sá vergangsmaður sem ekki átti sveitfesti átti engan rétt á þessari hjálp. Þar fyrir utan hafði fátækraframfærslan ýmis form. Til dæmis voru til kristfjárjarðir sem góðhjartað fólk hafði gefið til fátækraframfærslu. Leiguliðar ráku búskapinn á þessum jörðum og önnuðust í staðinn fátækt eða fatlað fólk. Fræg er gjöf hjónanna í Borgarfirði sem gáfu helming af býlinu Bakka ásamt 10 kúm og 60 kindum og 9 bát til að ferja ferðamenn yfir ána. Einnig var siður á vissum bæjum að gefa mjólkina úr vissri kú eða kúm eða ám til fátækra. Á vissum hátíðisdögum fengu fátæklingar 15 á allri veiði og munaði þar mest hval. Í erfðaskrám stórbænda og ættarhöfðingja stóð oft að á höfuðbólum í þeirra eigu skyldu fátækir ættmenn eiga sér athvarf í ellinni. Í eignaskrám kirkna standa stundum ákvarðanir tímabundna vist fátæklinga og matgjafir til þeirra. Á biskupsstólunum var gestamaður sem hugsaði gesti, pílagríma og fátæklinga. Á hátíðum, til dæmis fyrir jól og á lönguföstu, var vissu tölu fátæklinga veitt húsaskjól og matur. Á Mikkaelsmessu var á biskupsstólunum útdeilt mat og vaðmáli, skóleðri og búfé af miklu örlæti. Slíkt var einnig gert á messudögum hinna vinsælu íslensku biskupa, Guðmundar góða og Jóns Ögmundssonar Hólabiskups. Í þetta átak rann áreiðanlega hluti af biskupstíundinni. Klaustrin höfðu einnig aðdráttarafl fyrir fátæklinga þar sem þau störfuðu eftir kristilegri kærleikshugsjón. Þau framfærðu prófentufólk sem gat borgað fyrir sig, til dæmis með jarðarpörtum. Nýlegur fornleifauppgröftur sýnir að á klaustrunum voru reknir spítalar. Hin nýja stjórnskipan og kenning batt enda á þetta kerfi. Konungur sló eign sinni á jarðeignir klaustranna og berstu útvegsjarðir Skálastóls á Reykjanesi. Fjöldi manna var á vergangi og varð þetta að óviðráðanlegu vandamáli. Eftir siðskiptin átti að reisa spítala í hverjum landsfjórðungi. Þetta fannst konunginum of kostnaðarsamt. Vorið 1556 kom konunglegt bréf svohljóðandi: Það er skoðun hans hátignar að ekki skuli reisa spítala á Íslandi svo lengi sem fátæklingar geta flakkað landið og fundið næringu þar sem hana er best að hafa. Þetta er ein grimmilegasta setning Íslandssögunnar.